Við erum komin til hans Frans í Ímus. Sæll Frans. Sæl og blessuð. Takk fyrir að taka aftur á móti okkur. Við ætlum að tala um nefúða í dag, en það Sterimar, merki sem að svona flest okkar þekkja, eða ekki? Jú, Sterimar búið að vera tiltölulega lengi á íslenska markaðnum. Ég held að ég geti sagt síðan 1993. Þetta 100% náttúruleg vara og bara raunverulega sterill sjór, tekinn í Biskajaflóanum við Frakklandsstrendur og settur á svona brúsa. Það eru engin rótvarnarefni eða neitt slíkt í þessu, eða eiturefni. Þetta algjörlega náttúrulegt og það sem sérstakt við þetta og virkilega áhugaverð nálgun við hvernig má geyma svona hluti eins og sterilan sjór án þess að nota mikið eða neitt af rótvarnarefnum að sjórinn sterilisaður og settur í poka inn í flöskuna. Já, Hann í poka hérna inni og þrýstiefni fyrir utan sem gerir það að verkum að þrýstiefni aldrei að blandast inn í vöruna og menga vöruna. Nei. Þannig að varan sterilsett á álpoka og geymist þannig 100% örugg til notkunar og þess vegna má nota Sterimar algjörlega án þess að hafa ágjörði út fyrningatíma vörunar og bara þó þú sést búin að opna. Það á vörunni hérna einstreymisloki, þannig að varan sjórinn fer bara út, fer ekki inn og mengast ekki tilbaka og það eru hérna svona stútar og það má þrífa stútinn ef það eru fleiri fjölskyldumeðlimir að nota vöruna, þá má bara þrífa hann undir volgu vatni og sápu og setja hann aftur á. Já, manni langar ekkert mikið til að vera að nota sömu nefúða og aðrir, skilurðu, en það svona mjög En svona í stórum barnafjölskyldum þá það nú bara þannig að þarna gæti verið þannig að við þyrftum að nota sem sagt saman og það bara þannig að svona milli barna, ef þetta þvegi vel þá þetta ekkert vandamál. Nei. Munurinn sá að ef við skoðum svona innan línunar að munurinn á vörunni annars vegar barna og hins vegar fullorðins að fyrsta lagi þá stúturinn aðeins öðruvísi í barnalínunni. Já. Þannig að það tryggt að það ekki hægt að fara of langt inn í nösin á barninu og þrýstingurinn aðeins minni. Það svona 0,7 börum og 0,5 börum. Það munar mjög litlu en sjáu það ekkert stórmunur á þessu en það semst aðeins minni þrýstingur og stúturinn öðruvísi að öðru leyti varan svo sama. Stóra myndin það sem við segjum isotónískt og hypertónískt. Okay. Isotónískt þýðir að þetta jafngilt nefinu. Hérna bæði þetta fyrir börnin og fullorðna sem eru hvítt á ofan, það isotónískt. Það þýðir að við getum notað þetta 365 daga ársins, 20-30 sinnum á dag og veldur engum þurrki eða skemmdum á slímhúðinni í nefinu á barninu eða fullorðnum. En verður maður ekki háður þessu þá eða hvernig? Nei, aldrei. Veldur engum, þetta ekkert ávanabindandi og ekki neitt. Nema það, jú, þú getur ávanabindandi vegna þess að þér líður svo miklu betur. Já. Við erum að tala það að, við erum að tala daglegar hreinsun raunverulega. Oft hugsað Sterimar bara í sambandi við það að ég komi með kvef. En þetta snýst ekkert það. Þetta snýst daglega hreinsun, allan ársins hring, 365 daga ársins. Við getum verið að tala börn sem við segjum alltaf kvefuð, en það raunverulega ekki, bara með mjög mikla slímframleiðslu og þess vegna alltaf með svona smá eins og við síðum með hór. Þessi börn alveg jafn erfitt á kvöldin þegar þau fara að sofa, með stíplað nef, get ekki sofnað, með að kyngja, með stíplað nef, gleypa loft og eiga bara svona í erfiðleikum allan daginn, sama með fullorðna, þetta alveg það sama. Fullorðið fólk getur verið með mikla slímmyndur í nefinu sem stíplar alltaf aðra nösina, margir sem þekkja það, eða þeir sem vinna í álverum eða vélsmíðum eða annars staðar þar sem óhreint loft og þá þarf að hreinsa öndunarveginn reglulega. Og við getum litið á þetta sem svona fyrirbyggjandi, má segja. Við erum að hreinsa okkur allan ársins hring, nokkrum sinnum á dag og þannig gerum við það verkum og eins og ég segi sérstaklega fyrir svefn.
við sofum miklu betur með hreinan öndunarveg. Þannig að þetta hentar öllum. En þessi með hvítofan, þessi ísotóníska sem ég nefndi, sem jafngilt að saltinnihaldi og frumefnin í nefnum á okkur, þar erum við að tala hreinsun allan ársins hring, 365 ársins, 20 daga ef þarf vera því, en annars nægir nú svona 2-3. Síðan höfum við þessa hypertónísku. Hypertónísk þýðir að það yfirsaltað. Þá saltinnihaldið hærra heldur en í þessu, en hefur þá verkun að það leysir betur upp þegar við erum komin með kvef og hór. Nú erum við margs fróðari og vísari nefúða af öllum gerðum, þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir, Frans, að hafa frætt okkur þetta. Þetta var eitthvað sem ég vissi ekki neitt og bara takk fyrir að fá okkur í heimsókn. Takk hérlega fyrir.